Þetta er verkefni 17 í Excel, 17 sum product, til síða 2 einkunnir. Nú ætlum við að reikna út lokaeinkunnina, sjáu vægið á prófunum og ritgerðinni og lokaprófinu og þessar tölur hér verða að vera 100%, summan af B3 til E3. Þannig að ef þið breyti vægi á einhverjum lið hér, að þá þarf að passa að hafa lokaeinkunnina 100%. En við setjum formúlu hér, þá förum við í FX-knappinn. Ég er með sum product hérna hjá mér í listanum. Þið skrifið sum product hér og smellið á Go ef það er ekki í listanum hjá ykkur. Og ég byrja á að draga hér yfir og ég ýti á F4 eða FN og F4 og fæ dollaramerkin sem festa hólfin. Að því ætla alltaf að margfalda með sama væginu. Síðan dreg ég yfir einkunnirnar og segi OK og ég afrita niður. Og ég get það af því að ég festi tilvísun í hólfin. Sjáu hérna hækkar upp í B5, B6 en hún er alltaf að margfalda með sama væginu. Síðan setjið þið hæstu einkunn, lægstu einkunn og meðaleinkunn, max, mín og afritsföllin og síðan raðið þið eftir lokaeinkunn og síðan eftir nafni. Þið sjáu þetta í bókinni til að vista.